Vilhjálmur Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, formaður og góður ráðsfulltrúar. Ég þakka Írisi og nefndinni fyrir þessar tillögur sem eru góðar. Það eru nokkur svona atriði sem ég langar að minnast á og meðal annars af því að við byrjum nú bara fyrstu málsgrein. Utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins er á hendi ráðherra í ríkisstjórn í umboði og undir eftirliti Alþingis. Með hliðsjón af tillögum nefndar B ríkisstjórnina þar sem við gerum ráð fyrir því að ríkisstjórn geti tekið ákvarðanir sem fjölskipað stjórnvald í mikilvægum og stefnumarkandi málum og þá held ég ljóst að utanríkismál ýmis konar munu falla þar undir þar sem að ríkisstjórnin er líkleg til að taka ákvörðun sem heild. Þannig að mér finnst betra að það stæði þarna utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins er á hendi ráðherra og ríkisstjórnar í umboði og undir eftirliti Alþingis. Það er að segja þá í þeim málum þar sem að ríkisstjórn tekur ákvörðun sem fjölskipað stjórnvald, þá er það ríkisstjórnin, annars er það ráðherrann sem að það gerir. Nú síðan spurði Íris sérstaklega þetta með afstöðumanna til þess að nefna nefndir. Það held ég alveg óhjákvæmilegt að ákveðnar fastanefndir Alþingis verði nefndar í stjórnarskrá og í tillögu nefndar B til dæmis fjárlaganefnd sérstaklega vegna þess að hún mun hafa sérstakar heimildir til að fara fram á upplýsingar það hvernig fjárveitingum varið hjá ríkisstofnunum og öðrum sem taka við peningum. Og eftirlits- og stjórnskipunarnefnd þingsins mun hafa ýmis hlutverk í kringum eftirlit með ráðherrum og ráðherraábyrgð. Þannig að ég held að það yrði nú ekkert stílbrot í því þó að utanríkismálanefnd væri bara nefnd hér og ég held að þessar mikilvægustu nefndir þær eru að verða áfram og þær eru yfirleitt nefndar í stjórnarskrám nágranna landa. Þannig ég held við eigum ekkert að vera feimin við það. Ég held að líkurnar á því að það verði ekki starfandi utanríkismálanefnd til dæmis séu sáralitlar. Þannig ég styð það að hún verði nú bara nafngreind þarna. Síðan í annarri grein með ráðherra gerir alþjóðasamninga fyrir hönd ríkisins að þá skil ég þau rök að mönnum finnist orðið þjóðréttarsamningur eitthvað ógegnsætt en það nú bara þannig að það það sem verið að tala þarna og ég held að við verðum bara að bíta í það súra epli fyrir hönd almennings að hafa þarna rétt orð í stjórnarskránni, réttasta orðið sem held ég þjóðréttarsamningar. Þannig að ég styð það að þarna muni standa að ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fyrir hönd ríkisins. Og sama á þá við í 3. grein framsal ríkisvalds. Síðan hef ég þar örlitla ábendingu að það talaði að þegar tillaga felur í sér framsal ríkisvalds hefur verið samþykkt af Alþingi, það finnst mér betra að segja á Alþingi. En ég vil bara benda líka á í framhaldi af orðum Péturs að þessi 3. grein þarna í tillögunum framsal ríkisvalds að mínum mati þess eðlis að hún bæði skýrir hvernig með skuli fara framsal ríkisvalds og gerir það alveg ótvírætt að slíkar tillögur þurfa að fara undir þjóðaratkvæði og verða ekki samþykktar öðruvísi og þetta held ég að sé fyrir þá sem hafa áhyggjur af framsali ríkisvalds til dæmis hugsanlega framtíði til Evrópusambandsins að þarna verið bara hnykkja á því í stjórnarskránni að þetta verði alltaf borið undir þjóðaratkvæði að sjálfsögðu. En ég bara benda á það að ég held að þetta sé réttar bót að því leyti og styð öðruleyti þessar tillögur og þakka fyrir þær. Takk.